Haustið lent hjá Joe's. Taktíkin í boði Joe's. Ísey skyr með suðrænum ávöxtum, án viðbætt sykurs og sætuefna. Já, komið sæl og velkomin í taktíkina. Í þessum þætti ætlum við að fjalla mestmegnis CrossFit, en við ætlum líka komin á dómgæslu, bæði í knattspyrnu og handbolta. Hvernig tengjum við þetta saman? Það viðmælandi minn sem hérna í settinu hjá mér, Sigurður Hjörtur Þrastarson, velkomin. Takk fyrir. Við byrjum bara á CrossFitinu. Þú ert náttúrulega þjálfari og keppandi. Ef við byrjum bara að segja okkur frá þessu nýjasta, það CrossFit Games, þar sem þú endar í 3. sæti í flokki 35 ára til 39 ára. Já, Hvað viltu vita? Hvernig þú kemur þér inn á mótið, bara ef við förum yfir þetta ferli, þú tekur ákvörðun að keppa. Já, það var þetta. Þetta byrjar á að taka þátt í CrossFit Open, sem öllu jöfnu eða hefur verið undanfarin ár í febrúar. Og þar þarftu að vinna þarftu ekki að vinna þátt okkur þar, en þarftu að endast í topp 200 í þessum aldursflokki, þess að komast þú á næsta stig. Og næsta stig bara annað Open, sem Open þannig að þú getur tekið bara hvað sem öfugt við kannski það sem var alltaf fyrir keppendurnar eða það sem fyrir yngri keppendur, að þá fór maður á eitthvað svona svæðamót og þar fóru allir og voru að keppa saman þar. En þetta getur gert bara í stöðinni heima þar og þetta mót í maí, eða var í maí núna, og þar þetta enda í þessar topp 10 af öllum í heiminum til þess að komast inn á Games. Við tókum viðtal við því síðasta sumar og þá vorum við að ræða þetta markmið. Þá voru 20 sem við áttum vona á að væri að keppa í þessum aldursflokki og 40 í þessum hefðbundna flokki, en það hefur heldur betur breyst og það eru ekki nema 10 sem komast inn. Já, þetta náttúrulega, tilkynnti þetta bara 2 mánuði fyrir Open eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það var aðeins meiri pressa að komast inn núna heldur en kannski undanfarin ár. En það svo breytti því ekkert að ég var búinn að horfa á þetta mót og búinn að horfa á þetta í 2 ár og mig langaði að fara að inn og hafði bara töluverða trú því að ég gæti gert það. Og það gekk bara í rauninni vonum framar. Endaði í 4. sæti í þessu undankeppni. Og miðinn á Games bara loksins klár, svona markmið sem maður kannski búinn að stefna að ég ætla að segja í 7 ár. Og það einhvern veginn opnaðist þessi gluggi þegar Castro, sem sjálfsög sér Games, tilkynnti þennan aldursflokk 35-39. Ég held ég sé ekki að fara með fleipur að segja að það sé 3. árið sem að þessi aldursflokkur keppt í þessum aldursflokk. Já. Og hann tiltölulega nýr, sko. En leið og þetta var tilkynnt bara og ég hugsaði bara það eru 2 ára til að ég verð 35, þá ætla ég þannig inn, sko. Ég er búinn að stefna svona lengt og ljóst að því bara síðan. En það einmitt, að komast þarna inn, þá ertu í topp 10 í heiminum, þannig að bara að vera mættur, þá ertu ansi ofarlega. Hvernig var þetta þegar þú mætir á svæðið og sérð svona keppendurna sem eru að keppa á móti þér? Já, ég kem náttúrulega inn bara með enga væntingar, sko. Ég hugsaði bara, þetta er bara flott hjá mér. Ég bara sáttur við að vera komin með Games, bara loksins, bara klappa bakið fyrir það. Og ég sé þessa gæja, þeir eru allir svona einhvern veginn, allir nema einn svona töluvert stærri og massari heldur en ég, sko. Og búin að keppa nokkur sinnum og 2 er búin að keppa ofta sem einstaklingar, sko, á Games. Þessi 2 sem enduðu fyrir ofan mig. Og ég bara alveg ótrúlega mikla virðingu fyrir þeim, sko. Og ég hugsaði með mér að ætlaði bara að halda sjó, kem inn í 7. sæti inn á mótið. Og það hefði verið helviti ánægður bara með að halda því, sko. Og drullaði bara á mig í fyrsta mótinu. Og en svo einhvern veginn eftir það, þá bara horfði ég bara í kringum mig og hugsaði hvernig ég var búinn að standa mig í undankeppnunum. Og eiginlega bara mér leið allavega þannig eins og ég var ekkert lélegri þessi gæjar, sko. Þannig að ég vann næstu 2 mót og þá setti pínu tóninn bara. Já. Þú endur þarna í 3. sæti sem nú frekar gott, verður við að segja. Já, ég ætla að bjóst enga með þessu, sko. Bara alls ekki, sko. En þetta var þetta var bara óvænt og góð ánægja bara að ná 3. sætinu, sko.
En crossfitið svona íþrótt það sem töluvert erfitt að vera stabíll af því að þetta svo ofboðslega fjölbreytt og þú veist jafnvel ekkert út í hvað þú átt að fara. Þú ert að vera góður einhvern veginn í öllu og við erum samt í grunninn mannleg þannig að við erum ekkert endilega góð í öllu. Nei, ég er sannlega ekki góður í öllu sko. Það var svona fyrir mótið, það voru alveg nokkrar æfingar sem máttu alls ekki koma til þess að ég geti gert eitthvað þarna og þar á meðal til þess að synda og það eiginlega kom ekki í ljós bara fyrir á sunnudeginum að yrði ekkert sund og það hefði verið svona bara mjög vont að fá það, kannski ennþá að synda ég vel. Nei, og svo bara fer maður inn með, fer inn í mótið með meiðsli og annað en ég var mjög heppinn með einhver, ég get alveg alltaf bara algjörlega einlegar með það datt svona fyrir mig og töluvert að hlaupa á þetta og svona og það hentaði mér mjög vel. Já, hlaupavöllin eru þín sterka hlið. Já, ótrúlega það hef ég mjög gaman að hlaupa sem svona ekki kannski svona þessi típiski crossfittari en ég hef bara alltaf hlaupað ógeðslega mikið alltaf mín ævi og þannig já, svo náttúrulega maður hlaup mikið þegar maður er að dæma og svoleiðis sko. Já, setti það vann eitt svona mót eða vott í Regionals í fyrra þar sem ég setti heimsmet í hlaupavoti þannig að það liggur vel fyrir mig. Þannig að keppendurnir sem voru að keppa mótið þeir vissu það þegar það var tilkynnt að vera hlaupavot að þeir ættu nú kannski aðeins minni séns á mótið þeir. Já, þeir tölu allir það, þeir ættu ekki breyk. Þeir ætlu bara að horfa á mig og svo bara sjáumst við í markinu bara ekkert seinna sko. Það var enginn að reyna eins og þar sko. Nei, akkurat. En þetta ekki fyrsta skiptið sem þú hefði á Games því þú tókst líka þátt í liðakeppninni 2016? Já, 2016 fór ég með liði frá CrossXi, Garabænum. Og þá var hann svo sem formyndið allt öðruvísi. Þá þurftum við náttúrulega að vinna okkur þáttakurétt í gegnum Regionals sem var þá, sem hætt núna. Og þá voru meira þess að 3 í samliði á hvort kyni en núna bara 2. Núna mátti blanda liðinu bara hvern sem en það þurfti að vera að representa stöðina sko. Allir hefði þurft að æfa í þessari stöð. Og þannig að það búið að breytast töluvert, nú getur það búið bara til svona súperlið. Svo líka bara keppnin sem einstaklingur og til liðakeppni, það bara, ég hef aldrei verið stressað á ævinni eins og fyrir fyrsta votið sem liðakeppandi sko. Það varst ekki bara að fara að bregðast sjálfur þér sko, það var að bregðast öllu liðinu. Já. Það alveg munur að ná sko, mér varst það miklu meira stressandi heldur en að vera að keppa að eitt sko. Já, þú sért þá bara einn og hafi ekkert backup. Já, ég meina, ef ég skýt á mig þá það var bara ég sko, en það var ekki allir hinnir, þannig að já, mér finnst það mikill munur sko. Munur að keppa líka samt á Games því að íþróttin alltaf að breytast bara hverju ári, þannig að frá 2016 til 2018 þá hefur hún breyst helling. Já, þannig að sko, það sem ég kannski munurinn eins og núna og eins og bara öll árin á undan þá það svona verið að reyna að almenningsvæða Games líka, finnst mér. Ef maður horfir til þess að vottinn eða æfingarnar sem voru teknar núna. Jú, kannski eitthvað myndi segja að þetta væri kannski ekki svona mannlegar æfingar, en það samt miklu lægri þyngdir, það minna svona fimleikaskil, þú þarft ekki að taka handstöðupressur í hringjum sem var eitt árið. Þetta orðið svona meira, þannig að allir kannski geti prófað æfingarnar sko. Já. Og það þessi stefna sem að Glassman reyna að taka með að vera að bjóða öllum bara að taka þátt að Games. Núna náttúrulega voru einhverjir 300 keppendur í heildina frá bara öllum löndum sko. Og ég held að það sé svona pælingin hans. Það svona að það sé ekki svona superhumans sem að keppa Games sko. Já, getur maður tengt þetta, maður getur séð sjálfan sig í raun fyrir sér að hann að taka 50, ég get ekki 10, ok, það þetta bíl hann að. Já, algjörlega, ég held að það sé pælingin. Það var alveg gagnrýnað það kannski að vottin væri ekki svona, það gaman að horfa á fólk taka skilur 200 kg í reststöðulyftu og 30 ring muscle up og eitthvað svona dæmi sko. En það líka ótrúlega gaman að geta bara samsvara sér algjörlega með íþróttamanninu, hvað hann að gera. Og geta bara, já, ég get bara gert þetta allt saman. Kannski tekur mig 20 mínútur sem tekur hann 7 mínútur, en ég get samt gert þetta nákvæmlega saman sko, og vita nákvæmlega hvernig æfingin sko. Mér átt flestar æfingarnir vera þannig í ár, þannig að svona, já, flestar æfingarnir, þannig að allir geti gert sko. Akkurat. Það komið tíma á smá pásu okkur núna, ætlum við að vinda okkur í örstuttar auglýsingar. Jóðum Jóð, Sönvul gallabuxur. Taktikinn í boði Jóðum Jóð.
Ísey skyr með suðrænum ávöxtum, án viðbætts sykurs og sætuefna. Haustið lent hjá Joe's. Taktikinn í boði Joe's. Ísey skyr með suðrænum ávöxtum, án viðbætts sykurs og sætuefna. Og við höldum áfram. Tíminn fljótur fara frá okkur. Við vorum að tala CrossFit Games hérna í fyrsta hlutanum. Við þurfum að nýta tíma vel, þannig að við færum okkur bara yfir í CrossFit þjálfun. Þú ert yfirþjálfari í CrossFit Akureyri, þannig að þú ert töluvert mikið upp í CrossFit-stöðu. Já, það eiginlega bara mestur minn tími eiginlega þar. Það að segja að þegar ég ekkert heima. Þá ég eiginlega bara upp stöð og síðan prógramma votinn og svona stefnu stöðarinnar og þjálfa krakkana, litlu krakkana og náttúrulega fullorðna fólki líka og já, bara allt sem við kemur stöðinni sjálfur sér. Það með eitthvað smá puttan á pólsunum þar sko. Ekki gott að finna fyrir því þegar maður keppandi en líka þjálfari að finna svona kraftinn, þú veist. Safnast ekki svolítið stöðin svona á bakviði þegar þú ert að keppa? Jú, það alveg svona óhjákvæmilegt. Það svona allir hafa mikinn áhuga á þessu og það fylgjast svona, ég held að CrossFit sé alveg einstakt með það, þú veist, það einhvern veginn allir svona inn í þessu, það enginn einhvers staðar út í horni sem veit ekkert hvað að vera að tala um þegar að tala um games, eða svona, það mjög sjálfgeft sko, það svona frekar samgróðu samfélag finnst mér og en það sést það kannski líka því bara fólki sem að æfa hjá okkur, það ekki að æfa 3 í viku eða 2 í viku, kortin eru helviti vel nýtt. En þegar þú ert að þjálfa, þetta eru breytt aldursspil, það eru krakkar og allt upp í bara mjög fullorðna sem þú ert að þjálfa. Munur á þessu tvennu að þjálfa krakkana og fullorðnu tímana? Það alltaf bara, það rosa mikill munur sko. Það ótrúlega gaman að þjálfa yngstu krakkana og þau náttúrulega eru bara líka í allt öðru sem æfingum og allt öðru sem pælingum, það bara alltaf skotbolt í upphitun og maður eiginlega púaði niður ef maður ætlar að koma með eitthvað aðra pælingar sko, heldur það og það er mjög gaman að vera með yngstu krakkana. Það bara eitthvað svona, þetta líka bara krakkar og aldrei börnin mín og mjög gaman svona einhvern veginn að vera í kringum þau. Svo kom unglingarnir og einhver myndi halda að það væri svona kannski aðeins meira drama, en það svo alls ekki sko. Það bara það á samt að vera þessi aldur sem á að vera drama sko, en þetta allir bara einhvern veginn að koma og eru bara svona að vinna sér sko. Og það ótrúlega gaman að fylgjast með því. Og það hefur líka þróast rosa mikið fyrst mér. Mér svona, flestir koma bara inn með það markmið að koma að hreyfa sig sko. Og ekkert vesen. Og allir að gera þetta bara fyrir sjálfa sig sko. Það ótrúlega öflugt sko. Og það líka það sem ég segi alltaf við krakkana þegar þeir eru að byrja. Þið verðið að vera að koma að hreyfa ykkur fyrir sjálf ykkur. Ekki fyrir mamma og pappa að koma og taka pásu úr tölvunni sko. Það bara að koma að hreyfa sig og hafa gaman að því og það er allir þar. Já. Það ótrúlega skemmtilegt. Og svo náttúrulega bara fullorðna fólkið, þú veist, ég meina, það bara eins fjölbreytt og það getur verið, ég meina, það allur skalinn bara, það bara gæinn sem var að byrja, skilurðu, og það bara sinna honum vel og bara í engu formi, skilurðu, var bara komin á götunni, skilurðu, og mér finnst það alltaf mjög skemmtilegt, þá hefur maður mikið að segja. Og svo kannski þeir sem eru búin að vera lengi og eru búin að vera hjá okkur heillengi, þá það bara svona smá finnstillingar til þess að það getur orðið betri í því sem þeir eru að gera. Og svo náttúrulega fólk bara með alveg ótrúlega mismunandi markmið þarna inni. Ég meina, sumir eru bara að koma að hreyfa sig og aðrir eru að hugsa að keppa og það bara allur gangur að því sko. Þannig að það er líka sámunir á iðkendunum. En við erum svo sem líka með bara sérstakann hóp fyrir keppnis-iðkendur. Þannig að fólk getur þá sótt það sem það vill. En þetta ekki í grunninn með það mikilvægast að maður sé að gera þetta fyrir sjálfan sig, alveg sama á hvað aldri maður að maður sé ekki að koma til þess að gera þetta fyrir einhvern annan eða fyrir Instagram-myndina eða hvað það nú er? Ég meina, þú náttúrulega endist ekkert í þessu nema að gera þetta fyrir sjálfan þig, sko. Það bara númer 1 og 3 og að því að sko, CrossFit alveg krefjandi íþrótt, sko. Þú veist, ef leið og eitthvað svona bjátar á eða orðið erfitt, sko, þá fer maður aðeins inn í sig. Þá þarf hvatinn að vera bara, hann þarf að vera héðan, sko. Ég að gera þetta fyrir mig og þá getur maður haldið áfram, eða að gera þetta fyrir einhvern annan, þá hættur. Það svona, ég held að það sé kjarni málsins. En sér maður þetta að hafa áhrif að því nú ertu farin að þjálfa sko, krakka og unglinga í CrossFitinu, sér maður það ekki hafa áhrif á svo sportið í heildina að keppendur vera alltaf
betri og betri og við erum í raun að sjá það alltaf að keppendur að verða betri og betri. Jú, þú fær náttúrulega að fara að fá bara núna svona sérhæfða crossfitara. Það er ekki að fara að sjá fólki sem var í ólympískum eða strákkrakkarnir sem voru í 5 leikum koma og læra ólympískar og verða góða crossfitarar. Þú bara að fara að sjá krakkar sem tóku bara ákvörðun, 13 ára gamlir eða 12 ára gamlir, bara ég ætla að vera ekki að gera crossfit. Og kannski fyrsta dæmið um það er náttúrulega svo sem var í 5. sæti núna á Games, Hayley Adams. Ég held það sé svona fyrsta kynslóðin af þessum crossfiturum. Og við eigum eitt hérna heima líka sem er í Garðabænum, sem er svona fyrsta kynslóð crossfitara líka. Þannig já, klárlega munum við sjá þetta. Bara krakkar sem eru ógeðslega góðir í crossfit af því þeir ákveðu bara að vera í crossfit. Og þá verða keppnirnar líka harðari, metin fara að falla og við sjáum bara miklu meiri hörku í sportinu. Já, ég get alveg séð það gerast sko. Það er bara ekki spurning. Já, kannski, en svo veit maður ekki. Ég meina, kannski ef að stefnan hjá Glassman verður áfram svo að þetta sé bara svolítið svona generalt eða svona almennt, þá kannski dettur þetta líka upp fyrir því þú ert ekki að fara að sjá krakkana sem geta gengið á höndum upp með niður tröppur, skilurðu. Það skiptir kannski ekki máli lengur sko. Þannig að maður eftir að sjá bara. En þá eykst líka þörfin fyrir öll hin mótina því að Games verður þá eitthvað svona fyrir þessa alveg afrek sem að kannski vera að æfa þetta mjög markvisst. En síðan koma líka menn inn að götunni sem að vilja keppa alveg saman þótt að sé búin að æfa bara í hálft ár eða ár. Já, ég meina við erum til þess með hleðslumóti núna 21. september. Og sem er alltaf bara svona tilvalið svona mót til þess að koma og prófa að taka sín fyrstu skref og svo eru þreggmótaröðin, þau eru með 4 mót svona yfir árið sem að þá er bara geta allir verið með skilurðu og hleðslumóti er hugsað þannig líka. Og það er líka fullt af mótum bara til heimi. Við erum að senda núna lið frá okkur og einstakling, keppa á móti Kýpur núna einmitt líka 21. september sem á klúður en ok. Við burstum það á okkur. Það já, við erum að senda við erum að fara 4 í liði og svo einn einstaklingur. Og það er einmitt svona mjög gott mót til þess að það er ekki mót sem getur unnið þáttakraftur Games, heldur bara mót sem getur komið að keppa á mjög gott svona fyrsta mót. Eða svona, já, bara til þess að fá reynslu sem keppandi. Akkurat. Þetta er mikilvægt að það geti allir keppt þá bara á sínu leveli. Algjörlega, og sko langflest mót nú þannig að það er bæði þessi RX-flokkur, það sem bara þessi allra bestu. Svo er kannski svona einhver intermediate flokkur sem er þá eitthvað svona miðju. Og svo er kannski einn flokkur í viðbót. Þannig að það er bara eftir hvað mótið er stórt. Þannig að það er alltaf reynt að mæta þörfum í rauninni hvers og eins ef fólk er að leitast eftir að keppa. Þannig að við höfum það þannig á hleðslumótinu, þá erum við RS-flokk og svo skanaflokk líka. Já. Það er aftur komið tíma pásu, þannig við tökum hérna örstuttar auglýsingar. Jóðum Jóð, Sönvil gallabuxur. Taktikinn er í boði Jóðum Jóð. Ísey skyr með suðrænum ávöxtum, án viðbætt sykurs og sætuefna. Haustið er lent hjá Joe's. Taktikinn er í boði Joe's. Ísey skyr með suðrænum ávöxtum, án viðbætt sykurs og sætuefna. Við höldum inn í síðasta hlutan af þessum þætti og nú ætlum við aðeins að breytum þema. Við erum búin að vera að tala um crossfit. Nú komið að dómaranum, Sigga Þrastar, sem er bæði dómar í handbolta og fótbolta. Hvernig í ósköpunum kemur maður sér í það? Það er bara brennandi áhuga á íþróttinni. Það er bara númer 1, 2 og 3. Ef þú hefur engan áhuga á handbolta og fótbolta, þá getur alveg sleppt þessu. Og ég fer í handbolta dómgæsluna eftir ég hætti að spila handbolta. Bara náttúrulega sama svo sem við fótboltan. Ég fer beint inn í handboltan, ég þekkir svona kannski meira til þar og svona og var lengur í handbolta og var miklu betri í handbolta heldur en var í fótbolta. Þannig að ég maður þekki líka samfélagið eins betur. Og númer 1, 2 og 3 er náttúrulega bara ég hef ógeðslega gaman á handbolta. Og þess vegna langaði mig að taka þátt áfram og ég var ekki að spila. Vildi kannski ekki eyða alveg eins miklu tími í þetta eins og leikmenn. Æfa okkur einasta degi, klukkan 18:30 frá fjölskyldunni og annað. Og þannig að ég ákvað að prófa þetta bara og mér alltaf finnst þetta ógeðslega gaman. Og ég hef svo dæmt bara síðan ég var 12 ára sko, liggu við. Að dæma einhverja túrneringar hjá einhverjum krökkum eða á æfingu eða whatever eða reyndar aldrei á æfingu, það er lygi.
Og svo bara eins og þegar maður var í skilur 3. eða 4. flokki og maður var að dæma hjá hinu kyninu eða yngri flokkunum eða eitthvað og mér alltaf finnst þetta mjög skemmtilegt. Mér er svo gaman að heyra sko mjög skemmtilegt af því þegar maður horfir á dómarann sem að vinna og reyna að gera sitt besta en það eru samt einhvern veginn allir að meira og minna drulla yfir hann hvað sem hann gerir og finnast í þessum aðstæðum, já þetta er mjög skemmtilegt og mér finnst þetta alltaf mjög skemmtilegt. Já, það er eitthvað við þetta, þetta er alltaf rosalega krefjandi og það er ótrúlega gaman, það er gaman að takast á krefjandi verkefni og ég er alltaf svona alveg sama hvað það er ef ég hef gaman að því, þá reyni ég alltaf að fara eins langt í því að ég mögulega get og og alltaf svona pressað á það sko og þetta komin svona liggur við eins langt og ég get í handboltaangjöflinni, það er nokkuð skrif eftir, ég segi það ekki en maður vill vera þar sem allt er að gerast, maður vill fá að taka þátt í stærstu leikjunum, maður vill fá að dæma bikarúrslit, maður vill fá að dæma úrslitakeppnina, fá að dæma þessu leik skiptir máli þar sem allir eru bara alveg geðveikir. En það er bara langt skemmtilegt sko, það sem allt bara er undir að fá að vera með í því sko. Og ég það er bara saman leikmenn leikmenn vilja taka þátt í stærstu leikjunum, ef þau höfum metnað þá langaði að fara þangað. Og það er bara nákvæmlega sama dómgæslunni. Þú ert mjög fljótur að klífa þennan stiga, þú ert fann að dæmi bæði í efstu deildum í handbolta og fótbolta og svo líka úti. Já, ég var einhver svona, þetta er 7. eða 7. árum mitt í handboltanum og ég var reynda bara mjög heppinn sko. Ég byrjaði að dæma með Bjarna Vigós sem er ennþá að dæma í handboltanum og fekk bara góðan skóla á honum og svo ákveður Heimir allt í einu að fara að dæma og byrjaði að dæma með honum ekki 2017 eða eitthvað og við náðum ansi vel saman og svona vann mér mikla virðingu bara með að dæma með honum af því hann ber allir óbærslega mikla virðingu fyrir honum innan handboltans og svo eiginlega ákveður hann að hætta og ég svona vissi alveg ekki alveg hvað ég ætti að gera sko mér langaði að halda áfram að dæma þá svo sem ég er að dæma núna þá var hann allt í einu bara makkerslaus eða vantaði partner sko og hann er Evrópudómari, búinn að vera Evrópudómari í 10 ár sko og þá var svona kannski styttra fyrir mig að komast í það. Já. Og þau verkefni sem við erum að fá núna eru miklu stærri verkefni kannski heldur en fyrsta árs Evrópudómarar að fá. Við fengum að fara til Berlín að dæma hjá einu stærsta félagsliði í heimi í síðasta vor sem ég efast að einhver fyrsta árs Evrópudómari hafi fengið að gera en það var eftirlitsdómari, hann var mjög hissa þegar við brókum dæmi 1 ár í Evrópu sko. Akkurat. Það var ekki mega sens. En lendur aldrei í þessu í fótboltanum bara, þetta er nú bara einhver handboltadómari þarna sem er að dæma leik, hann veit ekki það. Já, það kemur svona sirkabát fyrir hverjum einasta leik. Mér finnst það er alltaf mjög svona sérstök umræða því að þegar ég er að dæma fótbolta þá er ég náttúrulega bara fótboltadómari sko. Og það er ekkert svona smitt frá handboltanum beint kannski sem að kemst inn í fótboltaangjöflina. Þetta er bara svona kannski minn stíl sem dómari frekar heldur en eitthvað að ég sé handboltadómari sko. En svo já, finnst það svona kannski. Hún er alveg að kúpla þig í að dæma handbolta og svo fótbolta, það er ekkert eitthvað svona... Já, ég er ekki að fara að dæma rauning í fótbolta sko, það er ekki að fara að gera sko. Það er kannski svona, það er rosalega auðvelt að gefa rautt spjald í handbolta. Það er maður gæti ekki stundum verið aðeins þyngra í fótboltanum. Þeir eru ekki eins, það er töluvert þyngra í fótboltanum, dýrari dómur. Og það er alltaf rosalega auðvelt að vítakast í handbolta. Það er dýrt í fótbolta. Já. Þannig að kannski maður má líka vera aðeins þyngri á flautinu þar. En ég samt hugsaði þetta ekkert sko. Þetta er bara kemur sko. Eða þú veist, ef mér finnst eitthvað að vera, þá bara dæmi ég það alveg saman hvort ég sé að dæma handbolta á fótbolta sko. Og þarna þarftu einmitt að díla við menn líka, það er mikið keppniskap, það er oft mikið undir og þú finnur það mjög fljótt hvort að þú getir rætt við þennan einstakling og þú finnur að ég get bara ekkert rætt við þennan hérna. En svo er einmitt þessi munur á að geta rekið út af, að reka út af í fótbolta er rosalega stór dómur á meðan þú getur sett þessar 2 mínútur í handboltanum og þá er það bara kæling og svo getur bara komið inn aftur. Já, ég meina, alltaf þegar ég fer á haustráðstefnur í handboltanum þá er leitt að eða hitt einhvern svona sem er í kringum handboltan, þá er alltaf bara hvernig nennir að hlusta á þetta allt saman. Hvernig af hverju lætur þá bara vaða svona yfir þig eða ekki vaða yfir þig, þetta er bara leyfið þeim að tjá þig svona mikið. Þá er þetta einmitt alltaf sama svarið. Ég get hent þessum út af 2 mínútur og
það skiptir svona kannski minna máli. Það er alveg ógeðslega dýrt að henda mönnum, já, gult spjald í fótbolta dýrt líka, það getur þýtt bann. Þannig maður svona reynir að vera þungar á spjaldinu. En þetta sko, getur þú sett þig svolítið í þessi fótspor því þú hefur bæði verið að keppa í handbolta og fótbolta, sett í þessi spor að vera allt annar maðurinn á vellinum heldur en fyrir utan? Já, ég get alveg fullkomlega gert það sko. Það alveg svona sumir sem maður er svona kannski búinn að búa sér til mynd af þegar maður bara búinn að dæma það og svo tala maður eitthvað og þá já, hann alltaf svo geggjað fínn utanvallar sko. Og ég var alveg klofið þegar ég var að spila fótbolta sko, þannig að sérstaklega fótbolta og jú líka alveg handbolta, þannig að ég get algjörlega, ég var örugglega verið þeir allir sko. En í grunni, við horfum á þessi 2 störf, handboltadómari, fótboltadómari, helsti munurinn á þessum 2 störfum, hver er hann? Sko, já, ég veit, hann alltaf líkamlega. Þú hleypur kannski 1,5 km í handboltaleik, hleypur svona 8 til 9 í fótboltaleik. Það alltaf gríðarleg munur. Og það sem ég veit kannski skemmtilegra við fótboltan þessi hreyfing sko. En svo náttúrulega líka bara, þú veist, maður búinn að vinna sinna ákveðna kannski virðingu í handboltanum sem ég á algjörlega eftir í fótboltanum. Og maður finnur það alveg þegar maður kemur á völlinn. Við svona mínar ákvarðanir, þú veist, það eru viðurkenndar í handboltanum. Kannski alveg eins mikið í fótboltanum. Það kemur vonandi. En þetta getur oft verið mjög erfitt af því að þú gagnrýndur svo fyrir utan leikinn og eftir leikinn og mátt ekki segja. Já, það svona, þetta oft svona óvægið náttúrulega og það svo sem allt í lagi, menn hafa bara sína skoðun en þú veist, það nú bara þannig að það alveg sama hvað það maður bara að reyna sitt besta og en stundum á maður bara ömurlegan leik og þá var ég alveg geggjað að geta bara sagt, þeir eru ógeðslegir strákar, ég bara átti lélegan leik sko og en maður getur það ekki, maður má það ekki, maður má ekki tjá sig um neinar ákvarðanir og ekki neitt og þá náttúrulega það er heldur súrt stundum að liggja undir þessari gagnrýni en ég meina það bara partur af prógramminu sko. Nú tíminn alveg að hlaupa frá okkur, við erum búin að tala um sko crossfit keppandan, yfir þjálfaran og svo dómaran í handbolta og fótbolta, gerir eitthvað annað? Nei, bara voðalega lítið sko. Það eiginlega bara mest tíminn alltaf að bara í þetta. Svo bara reynum maður að eiga eitthvað félagslíf þess á milli sko. En þú ætlar að halda áfram að keppa í crossfit eða hvað? Já, ég meina svo lengi sem ég að þjálfa crossfit þá hef ég tímann og aðstöðunar til þess að sinna þessu, þannig að af hverju ekki skilur og þetta er líka alltaf gaman, þannig að það er vinn-vinn að öllu leyti held ég. Þannig að markmiðið núna er bara CrossFit Games aftur og ná betri árangri heldur en síðast, eða hvað? Já, skulum allavega reyna að komast inn fyrst. Já. Fyrsta skrifið í þessu. Takk kærlega fyrir komuna í setti, Siggi. Og takk áhorfendur kærlega fyrir áhorfið í þessum þætti. Við höldum ótrúlega áfram, nýr þáttur í næstu viku. Jóðum Jóð, Sönvil gallabuxur. Taktikinn í boði Jóðum Jóð. Ísey skyr með suðrænum ávöxtum, án viðbætt sykurs og sætuefna.